Þegar við erum að vinna með HTTP og erum að komast á stað með að læra inn á þetta, þá er gott að hafa sértækt tól sem að leyfa okkur að framkvæma þessar aðgerðir sjálf án þess að hafa vafara. Og til þess að nota þetta þá höfum við nokkur tól sem við ætlum að nota. Fyrst að byrja að nefna curl, það er command line tól til að framkvæma HTTP aðgerðir. Þetta er mjög gamalt open source tool og er mjög útbreitt, jafnvel með þeim útbreittustu af open source tólum í heiminum. En þar er kostur að geta útbúið heila fyrirspurn í einn línu, til dæmis til þess að geta debugað eða til þess að geta sent öðrum þessa línu og sagt, heyrðu, hér er það sem ég keyrði, hér er niðurstaðan, er þetta rétt? Og þá getum við borið saman og séð nákvæmlega að við séum að framkvæma sömu fyrirspurnina. Við getum sótt efni af vef hi.is með því að gera get fyrirspurn með curl og þá er það í raun sjálfgefna aðgerðin, bara curl https hi.is. Við getum sótt headerana með curl head. Við getum séð nákvæmlega hvað að gerast með því að kveikja á verbose flagginu. Við getum sent gögn með því að segja bara data og þá koma gögnin. Við sjáum betur hvernig það virkar með form meðhöndlun. Við getum sótt með einhverja ákveðinni aðgerð, til dæmis eins og með options eða put eða post og fleiri sem að sjáum á í tutorialinu fyrir curl. Postman er Collaboration Platform for API Development, en það er GUI tól til að framkvæma HTTP aðgerðir og býður líka upp á það að búa til notendaaðgang og deila þannig aðgerðum og beiðnum á milli til þess að geta hjálpa til þegar verið er að búa til API. Og Insomnia er svipað til Postman en hefur þar að auki stuðning við GraphQL sem við munum sjá seinna. Síðan höfum við líka ef við erum DevTools þar sem við getum séð network í network tabnum eitthvað sem sýnir alla fyrirspurnir sem eiga sér stað þegar við erum að sækja á ákveðinn vef. Og þar er hægt að sjá hve langan tíma það tók, í hvaða röð og hver svörin eru. Þannig að við skoðum aðeins hvernig þessi tól haga sig, þá getum við byrjað á því að fara inn á hi.is, kveikt á DevTools og farið í Network sem er hérna á beð og framkomið beðnina og þá sjáum við að beðnin á sér stað hérna og fleiri beðnir en fyrst sóttum við beðni hérna sem segir þú framkvæmdir þessa beðni, þú gerði það með þessum hér request headinum, tilbaka komu ákveðnir response headerar, þar með talið location út af því að þetta er á öðrum stað en þú baðst um. Ja, við sjáum að þetta er ekki hérna þegar það var ekki kveikt á því að geyma eldri beiðnir. Jú. Já, það er líklegast bara kassað hjá mér að ef við gerum hérna http hi.is, strókum út, framkomum, þetta er vistað hérna í várunum, þetta er til dæmis dæmi um það hvað getur verið erfitt að gera nákvæmlega beiðnir sem við viljum gera. Þannig að við förum hérna yfir í curl og gerum curl http hi.is, þá sjáum við hérna eitthvað og fáum tilbaka hvað HTML og documented smooth, https hi.is. Við getum séð nákvæmlega með þess að þetta hérna fyrir framan verbose og þá sjáum við það er opnuð TCP tenging og framkvæmt beiðni með get á hi.is með user-identity curl, tökum við stjörnu við öllu. Við fáum svar tilbaka sem segir þá hérna 302 redirect svar og hérna segir að location og nýrri auðlind sé https hi.is. Þá getum við prófað að senda á hi rétta staðinn hvað er í boði eða hvaða headerar koma frá vef háskólans. Þá sjáum við hérna, við fáum http 200 svar, server nginx sem er þá vefþjónninn sem keyrir þetta. Við fáum tilbaka að þetta sé text HTML skjal og við sjáum hérna einhverjar x headera, einhver language hérna og við sjáum upplýsingar hverju er svarað. Og ef við fjarlægjum þetta, þá fáum við hreinlega tilbaka allt HTML fyrir vefinn. En ef við gerum þessa beiðni líka hérna í Postman, þá getum við opnað og búið til nýja requestu hérna. Við getum líka búið til samansafn
eða safna saman einhverjum gildum sem við þurftum, til dæmis user og pass. Þannig að við búum bara til einfalda beiðni hér, þá getur við gert hi.is, keyrt hana og þá eru hérna headerarnir, en hér var vista fyrir okkur að það var solvað allt redirectionið. Þannig að það sem var redirectað yfir á HTTPS var gert sjálfkrafa á tólinu fyrir okkur, en hérna getum við líka valið þá HTTP aðferðið sem við viljum nota og hér getum við séð upplýsingar hvað hvað kom tilbaka, við fengum HTML. Hér getum við sett authorization headera, við getum sett sérstaklega ákveðna headera sem við viljum senda. Við getum sett body, hvort sem það er sem form data eða XWF form URL encoded eða rágögn og jafnvel sem JSON-gögn. Og já, síðan Insomnia svipar til þessa. Við getum farið hér, búið til nýtt, þá vistast það sjálfkrafa hérna. Við segjum hérna get hi.is, hér fáum við svarið, hérna að mér segja previewað fyrir okkur og við getum farið að skoða hvaða headera við fáum, hvaða cookie eru sett, tímalínu fyrir það hvernig þetta var sótt. Hérna getum við séð í raun hvernig þetta er gert og hér sjáum við að Insomnia notar curl til þess að framkvæma beiðnirnar og er í raun að búa til þetta GUI viðmót ofan á.